Komið sæl og velkomin. Já, mér fannst tilvalið að fara svona að rífa í gang þessa rás svona. Ég fór á stað með hana og hef nú ekki verið alveg nógu duglegur. En við skulum endilega reyna að rífa það í gang. Við erum komin með eitthvað kringum 100 áskrifendur og það er svona gaman að hafa efni á íslensku. Þetta verið gaman að fara yfir svona mikið af íslensku skákum á þessari rás. Til dæmis afrek Friðriks og Jóhanns og fleira. En ég ætla að byrja að ríða mig í gang með nýlegri skák tefld á Evrópukeppni taflfélaga og já, hún fór fram á netinu þessu sinni. 2019 fór hún síðast fram, þá teldum við nú í taflfélaga Reykjavíkur í Svartfjallalandi sem var skemmtilegt, en þetta er á netinu eins og margt þessa dagana og hérna eigast við Matthäus Bartel, mjög sterkur pólskur skákmaður, stórmeistari, og rússneski stórmeistarin Vladislav Artemiev. Artemiev þessi mjög skemmtilegur skákmaður, mjög sterkur í netskákinni og ég hef náð góðum árangri en kannski ekkert verið að tefla mikið. Ég held að sé í námi og hefur kannski ekki náð þeim hæðum sem að gæti náð. Margir líka skákstil hans oft á tíðum við Anatoli Karpov, en þessi skák, já, við munum sjá algjörlega stórkostlegan leik hérna í þessi skák. Við fáum spanska leikinn, biskup B5, þetta er allt þekkt, A6, biskup A4 og riddari finnur 6. Og hérna er algengast fyrir hvítan að hrókera og já, 20.000 ef ekki 100.000 skáka sem hafa telst þannig, en Bartel-leikur riddari C3, svona öllu sjaldgæfari leikur, en samt kannski virka rökrættur, við erum bara valdið þetta peð. Þannig að kannski fyrir nýri skákmenn er þetta lógísku leikur að mörgu leyti. Biskup C5 frá Artemiev og nú drepar hann á C6. Og við skiptum eiginlega yfir í annað afbrigði sem er svona freka tengt inn í svokölluðu Berlínar vörn, svona anti-Berlín. En hvað er það? Menning og mótdrottningin er 7. Svart að gefa til kynna að hann ætli líklegast að langkróka fyrst hann er að leika drottningunni. H3, hvítur vill ekki lendi í leppun. H6, sama í svörtum, en það er kannski eitthvað annað sem vakið fyrir honum. Og þetta er biskup E3, að þá kemur þessi leikur biskup D6. Það virkar skrítinn, af hverju erum við að grafa biskupin hér? Biskupin verður augljóslega slæmur. Hins vegar, að þá eru uppskiptin á þessum biskupum ekkert sérstaklega í svartan, af því að tafli verður oft frekar auðvelt fyrir hvítan í kjölfari. Og þetta er einn áhugaverð strategía hjá Artemiev, hann grefur hennar biskup, en á samaskapið þá vantar þessum svolítið hlutverk. Hvíti myndi elska það að fara að leika núna eftir riddari D2 leika F4. Aftur skipta upp og það sem hvíti peðin hérna á miðborðinu eru svolítið mikið á hvíturreitum. Það verður þetta svolítið erfitt fyrir þennan að finna hlutverk. Þannig að hvítur teflir svolítið á móti honum og riddarinn verður sterkir. En Artemiev kemur nefnilega í veg fyrir það, hann leikur hérna G5, þannig að hvítur getur ekki leikið F4. Þannig að þrátt fyrir þessi sé svona mjög slæmur, stórt peð að mörgu leyti, að þá stoppar hann margt á hvítum og mér finnst það áhugaverð strategía og við sjáum það líka eftir riddari C4, biskup E6, að þá drepur Artemiev þennan biskup, Bartel. Og sjáum að hann gera það ekki, svartur bara að fara að langkróka, henda svo kannski hróknum hann á G8 og fyrir svo. Þetta er áhugaverð tapmennska hjá svörtum og hvítu verið svona en eins og hafa ekki alveg vita hvernig hann ætlar að tefla stöðuna. Hann dreipir hérna á D6 og riddari E2 og þetta er strax mögulega svona vandasamur leikur að það er erfitt að sjá hvar hvítur á að bæta sig í framhaldinu. Eftir G4 þá viljum við alls ekki opna stöðuna af því ef við drepum eða lefum hvítum að drepa H3 þá náttúrulega opna skilina, svartur langkrókar og hendur hróknum á D8 yfir á G8 og fyrir sókn og eftir H4 þá kemur þessi leikur, riddari H5. Spurningin er hreinlega hvort að hvítur ekki leika bara riddari G3 hérna. Og ég held að það getur verið verðlagsvirði. Og svona peðastur eru alls ekki slæmar. Reyndar, já ég sé þetta núna, þetta peð er reyndar þá onni hérna, svartur bara dreipir það. Þannig að hvítur valdur þetta H5-peð, ok. Þetta er kannski, já, það er erfitt að sjá hvað hvítur bætir sig, af því nú kemur F5. Ef þú dreipir ekki, þá kemur F4. Hvítur getur alls ekki dreipið, þá kemur drottning H4 líka. Getur ekki leyft þetta, þannig að þú verður að drepa og þá kemur þessi leikur biskup D5. Tímabundið password, en biskupinu verður algjört stórveldi hérna F3.
Riddari C3, biskup F3 og sjálfsögðu, drótning D2. Og hérna fyrir hann bara í að sækja peði, gefur þetta H6 peði en er búinn að sjá lengra. Hvíta leikur hérna biskup G5, peði yfir í stöðinni en aftur mjög hafði séð lengra og hérna kemur, mögulega leikur ársins. Hann gefur drótninguna, riddari H4. Frábær leikur. Bartel tók drótninguna, fyrstur byrja 7. Ef hann gerir það ekki, dreipar H4, þá kemur hrókudreipar H4. Það er mátt á H-inu. Þetta er eiginlega óverandi, það er ekkert að gera. Dreipar drótninguna át mát, dreipar hér, þá kemur bara drótningin í staðinn. Nú stoppar þetta ekkert. Kóngurinn kemst ekkert undan, getur ekki búið til loft. Þannig eftir riddari H4, það dreipar hann E7, en þá fór riddarinn tilbaka, hóttu mátinu. Hugmynd hvíts var að setja biskupinn tilbaka, og þá kemur riddarinn aftur. Og aftur og dreipur, þá ertu bara mát, hrókudreipur og mát í borði á H-inu. Þannig að hvítur reyndi drótning G5. Riddari kemur samt tilbaka, hóta máti. Við enga tíma til að dreipa riddarann. Þannig að drótning G6 skák. Og nú þarf kóngurinn bara að forða sér, kóngur D8. Fer ekki á D7, þá dreipum við hér með skák. Getur mögulega að bjarga, þú samt líklega, og dreipum svo F3 og björgum okkur. Þannig að drótning F6. Þannig að sjá með riddarann, hann kemur F4 að þessi dreipi. Kóngur C7. Ég geti jú vissilega að dreipa hér, þá kemur bara hinhrókurinn og ennþá er mátið. Riddari D5 og eftir kóngur C6 þá sá Matthäus Bartel sæng sín óbreyta og lagði niður vopn og Artemír vann þessi skák. Ekkert sem hægt að gera við þessari mátótun. Skemmtileg og snakkarleg skák hjá Artemír og stórkostleg hugmynd að dreipa H4 hana og fórna drótningunni. Mjög skemmtileg skák. Takk fyrir þetta og vonandi við bara verðum að duglegur og sjáumst aftur sem fyrst. Takk fyrir.